keypti 2007. Þannig að ég með allt í botni í skuldsetningu. Áttu að hætta að missa húsið? Já, ég ætla bara að láta það fara. Það bara þannig. Ég ætla ekki að taka það til að borga þetta. Þetta ekki lánin sem ég tóku. Meiri áherslu á fólk, almúan. Ekki fyrirtæki, niðurfellingar á skuldum og vitleysu. Já. Það verður að gera eitthvað í þessu. Það geti ekki allir verið hérna á götunni. Maður verður bara að passa sig að kjósa ekki þessa flokka sem hafa verið hérna við stjórn síðustu 20-30 ári. Það verður bara að koma eitthvað annað frambúð. Það er búið að selja húsið á mér. Og með 6 börn, 4 heima. Þannig að það er búið að leika okkur með erlent lán. Og veit ég hvað verður. Koma ríkisstjórninni frá. Það er ekkert að gera lengur. Þjóðstjórn, starfsstjórn og svo kosningar eftir áramót. Ég er í sama vandamálu og allir Íslendingar með lánað vandamál og þvílíkt. Farið illa út úr hruninu? Ja, frekar. Áttu að hætta að lenda á götunni eða slíkt? Nei, ég er nú með fjölskyldu, við erum 6 í fjölskyldu og ég á nú góð að sem að hjálpa. Ég veit bara að þessi stjórn segja af sér strax. Þú kosningar? Já, ég veit kosningar. Ég vil eiginlega bara reynsa út úr Alþingishúsinu og allir kemur bara nýtt fólk inn. Ég hélt að þegar við gengum til kosninga síðast að það fólk sem þá komst til valda og hafði beðið á hliðarlínunni árum og jafnvel áratugum saman sömu hverjir, að þeir myndu nú virkilega taka til hendinni. En ég var plataður. Við vorum nú að ræða þetta félagarnir, sko, líf mitt í dag er svolítið svona eins og lélegt countrylag. Konan farin, hundurinn var fyrir bíl, kötturinn var út í óveðri, börnin farin, bankinn að taka húsið. Ég var að hugsa að taka lagið upp og spila það aftur á baki þegar ég vonum að þetta kæmi þá allt tilbaka til mín, en það er kannski lélegur brandari. Hvað viltu fá út úr þessu öllu saman í dag? Ég myndi vilja sjá lýðræðislega kjörna fulltrúa þjóðarinnar aftur við völd hér á Íslandi, en ekki einhverja alþjóðabanka og alþjóðagjaldeyrissjóði skipandi okkur fyrir með það hvort að heimilin hér eiga fyrir mat og hvort að hafa húsaskjól í vetur. Ég vil sjá hér fólk sem að við völdum til valda. Ég þekki ekki þessa Þjóðverja og þessa Evrópumenn og hvað nú annars eru sem að stjórna þessum alþjóðagjaldeyrissjóði. Ég veit ekkert hverjir þeir eru. Ég kaus þá ekki. Það stendur unga fólki fer á brúsanni á þér. Ertu sjálf að spája að fara? Já, leið ég get. Sjálfsög, það er ekki mikið sem er að bjóða okkur upp að, en þó ég sjálfsög ekki miklu vandræði núna, ekki komið með börn og annað, þá er ég hérna til þess að sýna öðrum samstöðu og standa með fólki og vinum mínu sem eiga krakka. Eru margir sem að þú þekkir sem hafa farið illa út úr bankarhruninu og eftirstöðum þess? Já, sérstaklega, og ef ekki nú þegar, þá er það bara rétt að detta. Sko, maður er gjössalega hundþreyttur á svona spillingur sem er lýst hérna og þessi gerði mannamunur á fólki, það er mest þreytandi. Svo það hvernig kaupmátt og launa hefur lækkað rosalega, barnabætur er verið að skerða, það situr fólkinn á þingi sem ber ábyrgð, við eigum nokkra sem er að tala okkar máli, en það líkir ekki hunskast til þess að hugsa hag þjóðarinnar til að gera út af við okkur. Þannig maður er að mótmæla, það er ekkert eitt sem maður er að mótmæla. Það er búið að standa svo lengi og nú eru allir orðnir þreyttir á þessu og það er verið að mótmæla þessu öllu. Ég veit ekki, það er sama hver kemur í hver stað, það virðist alltaf vera sama skítaspillingin og ógeð. Þú eru enginn að standa upp fyrir okkur. Ég veit ekki hvort maður þarf að bíða eftir nýrri kynslóð til þess að koma inn eða hvað. Ég vil bara þetta fólk gjöra svo vel og taki afstöðu með okkur, hjálpi fólkinu í landinu til þess að komast að réttan kjöl aftur. Hvað segirðu, er þetta framlag þitt í mótmælana? Nákvæmlega. Ef þið þekkið tæknið, hérna, það þýðir að anarki, sem er hvað? Stjórnleysi. Það er það sem er að gerast í þessu landi. Í rauninni ætti þetta merki að vera þarna fyrir framann, en því miður kemst ekki að. Þannig ég verð að gera það hér. Búin að fá þig alveg full satan, heyri? Ekki bara ég. Það er bara þjóðinni sem leggur sig. Og þetta er bara eitthvað framlag okkar mótorhjóla vitleysinganna. Bílaverður til láni. Ég
átti mikinn hérna Kapital, sko höfuðstól, öryggishússjóður sem ég átti, bara fyrir mig og hérna fyrir börnin mín. Allt upprunnið. Og þetta ekki bara mín sú saga, þetta bara saga allra hérna. Ég á örorku og ég búið að skera mig niður þvílíkt og já, sem bitna á mínu og mínum börnum alveg skelfilega. Það verður að hugsa fólkið í landinu, ekki bara bankana. Ég tala nú ekki þegar verið að afskrifa svoleiðis milljarðana frá fyrrum ráðamönnum þjóðarinnar. Hvað viltu að komi út úr þessum mótmælum í kvöld? Ég vil að þetta lið fari heim til svona hætti þessu helvítisrugli allir saman. Já, það sem dregur mig hingað í kvöld bara til að mótmæla seinagang ríkisstjórnarinnar. Mér finnst í síðustu dagar hafa einkennst að því að það var að brjóta almenning niður og ekki að koma að mási okkur. Hvað viltu fá út úr þessum mótmælum? Ég vil bara þess stjórn fari í burtu. Og við verðum þá bara að taka séns og kjósa aftur. Nú tíminn fyrir aðra bara að koma fram og taka við. Ég að meina þessu fólkinu hana inni í þessu húsi. Það ekki lagi með það. Öllum þá, eða ríkisstjórninni? Öllum. Ríkisstjórninni og þingmönnunum. Þeir eru bara ekki að gera sig í dag. Það bara ekki lagi með þá. Ég vil ekki sjá fólki rekið út úr húsanum sínum og þú veist, það er ekkert verið að gera fyrir fólkið í landinu. Það bara verið að gera eitthvað fyrir bankana og þá sem eiga peninga. Ég held að við þurfum þjóðstjórn. Ég held það. Það þarf að tala við okkur, vita hvað við viljum, setjast niður með okkur og hérna bara ræða málin. Ekki verið svona feluleika eins og Jóhanna og Steingrímur í dag. Heldur að þeim væri óhætt að koma hérna út öllum þingmönnunum og ræða við ykkur? Alveg örugglega, það myndi enginn gera það neitt. Mér líst best á það að verði skipið í neyðarstjórn sem að starfi tíma meðan að hlutorm er komið í lag og síðan verði efnt til kosninga. Og þá munum við koma þessum fjórflokki burtu. Í rauninni þá erum við að tala eitt stórt fokkin svikasamsæri. Einfalt mál. Steingrímur taldi þegar að fólk var hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan, þá sagði hann að fólki vildi ríkisstjórnin í burtu. En núna segir hann, ég skil vel að fólk sé að mótmæla, en það er ekki að biðja að ríkisstjórnin fari í burtu. Það er þetta annað. Burtu með þessa ríkisstjórn. Þeir eru búin að slá skjaldborg bankana í landinu. Það er það sem þeir ætluðu sér og hafa gert grímulaust. Mig langar til að mótmæla ríkisstjórninni og þinginu eins og að leggur sig. Þetta hyski á allt að koma sér heim. Í hvaða flokki sem það er. Ég er þá utan þingstjórn næstu 10-15 árin sem stjórna landinu. Það er einhverja færa einstaklinga, enga helvítis pólitík og leyfa þessu fólki bara að fara heim. Hættu þessu helvítis! Ekki tjáningarfrelsi á Íslandi! Slepptu þessi! Slepptu þú! Það er ekki að myndir á þessu! Svarið fokkin! Rasista pakk! Slepptu mig þarna! Svarið! Það færi ekki Oj, oj, sundur! Brennan! Anarki! 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 Ég er ennþá að bíða eftir því að stjórnvöld standi með fólkinu í landinu. Þeim sem eigum sárt að binda og standa frammi fyrir því að missa eigur sínar. Þess í stað eru stjórnmálaflokkarnir allir sem einn eru algjörlega á takti við þessa þjóð.
í þessu landi. Ég undanskil engan í þessu og það sorgin í þessu. Það hefur engin stjórnmálaflokkur náð að gera hreint fyrir sínum dyrum, ekki einn einasti. Og það einasti þeir gera að útdeila bitlingum sín í milli, handa útvöldum á meðan fólkið horfir á skuldirnar vaksa og vanskilin aukast. Við verðum náttúrulega að fá stjórnmálamenn sem þjóðin treystir en ekki þessa sem eru í því að útdúla sjálfum sér bitlingum eða þá sem stóðu með útrásarvíkingunum eða voru sjálfir í útrásin. Ég vil bara að ríkisstjórnin hlusti á þetta fólk sem hérna og fara að leiðrétta kjör þeirra, fara að vinna í þeim málum en ekki málum fjármálafáveldis Íslands. Ég hef stórar áhyggjur af því að millistéttin sé að þurrkast út í þessu landi hérna. Það er orðið allt og mikið bil hérna milli ríkra og fátækra. Ég vil fá fjórflokkana í burtu. Ég vil bara algjörlega hreinsa út hérna. Það er svo margt að betra hægt að gera heldur en það sem er að gerast núna. Það er allt staðnað. Ég vil eiga eignir. Ég vil ekki að eignirnar eigi mig. Það fór algjörlega með það að sjá það í dag og ég hef aldrei trúað því að ríkisstjórnin okkar væri svona undir útlendingasett að hún gæti ekki staðið upprétt með þjóð sinni og verið með bein í bakinu og nefinu náttúrulega og staðið við þjóðina en ekki að ýta henni fram af og bara halda áfram eins og AGS vil hafa það. Þú ert að servera súpu hérna? Ég er að servera súpu, já. Það er hópur sem að gefur alltaf súpu á laugardögum hérna upp á Lækjartorgi þó að sé ekki mótmæli, það er bara að gefa það súpu og þeir ákvaða að gefa súpu hér í kvöld og ég bara er sjálfboðaliði hjá þeim. Hvernig stendur það, af hverju ert þú að taka þátt í þessu? Nú bara vegna þess að réttlætiskennd minni er misboðin. Að mig vantar ekki neitt, ég á allt nema bátt og hef allt dekut úla bara. En mér finnst bara ganga svo hægt það sem maður þarf að gera til að laga ástandi. Fólki getur ekki beðið svona endalaust. Ég fædd 1944, lýðveldisbarn og ég hef man ekkert eftir þessum kreppum nema 2. Þannig að þetta alveg kemur. Er þessi verri en hinn sem þú manst eftir? Nei, alls ekki. En það er samt, misréttið er meira. Ég sagði það að þessi ríkisstjórn kom til að þetta ætti að vera alþýðustjórn sem ætti að fá alla þjóðina með sér og segja nú verður þið að standa með okkur vegna þess að við munum hafa allan heiminn á móti okkur. Þeir völdu það að gera þetta ekki, heldur völdu þeir það að þjónusta alþjóða fjármálakerfið. Ég vildi fá að sjá nýjasta dómstig okkar Íslendinga og það er ræfildómur. Sumir voru sýknaðir af ræfildómi í ræfildómi. Þetta er alveg sorglegt að það þurfi svona marga til þess að segja þeim að þetta er ekki rétt. Ég er með netubrjót hérna, ég veit ekki hvort það virkaði á Steingrim en ég langaði að vita hvort að hann kannski myndi hýsa mig þegar ég missi íbúðina mína. Ég myndi vilja fá þetta fólk til að tala við maður, til að skilja hvað er að gerast. Það er svo við búi í glerhúsi, glerbúri, þessi stjórn. Það er svo þau hafi ekki hugmyndum hvað er að gerast í þjóðfélaginu, allavega er það mín tilfinning. Bjarni, hvernig tilfinning er að þurfa að yfirgefa Alþingishúsið við þessar aðstæður? Já, hún er bara alveg ómöguleg og hún bara er lýsandi fyrir ástandið. Hvað nú hafa margir talað um það að það ætti að skipa þjóðstjórn, það er, virðist vera mikið vantraust á Alþingi. Hvað finnst þér um þá hugmynd? Vantraustið beinist gegn þeim sem er að stjórna landinu og það byrjar auðvitað á því að þeir þurfa að átta sig á því að þeir hafa ekki stjórn á stöðunni. Kristján, hvernig tilfinning er að labba út í lögreglufylgd? Hún er ekki